Við höldum áfram á sumarlegum nótum hérna í föstudagsþættinum því að í dag, föstudag, hófst listasumar á Akureyri og hingað til þess að ræða það eru komin Almar Alfreðsson og Aðalheiður Sigursveinsdóttir. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Gaman að fá ykkur. Ef við byrjum bara á listasumrinu sjálfu því að þetta nú heldur betur fest í sessi hérna á Akureyri undanfarin ár. Hvernig verður listasumar 2021? Það verður bara fjölbreytt og flott, fullt af viðburðum og listasmiðju, svo undanfarin ár og þetta er allur júlímánuður, þannig að það verður nóg að vera. Það allir séum ekki með 60 pluss viðburði, þannig að það alveg hellingur og allt mögulegt. Já. Og Aðalheiður, þú ert nú bara í broddi fylkingar má segja því að þú opnaði sýningu í dag í Deiglunni til hamingju með það og það sem verður opin helgina, ekki satt? Hvað ertu að sýna? Ég að sýna verk sem svona flétta og fjallar í rauninni mennskuna og verandi mannvera hérna á Íslandi aðeins að endurspegla það. Ég fædd og uppalinn hér, þannig að einhvern veginn kemur bakgrunninn líka alltaf í ljós. En já, þetta svo sannlega mikil hátíð, rosalega flott og ég verð að segja að þetta fer rosa vel á stað. Er það ekki? Já. Og á morgun, laugardag, þá náttúrulega fyrsti gildagurinn á listasumri. Já, það passar. Hellingur að vera og náttúrulega sýningin. Það verður frítt inn á listasafni til dæmis. Það verður svona flóamarkaður í gangi og síðan skils mér að götuleikhús ætla að kíkja þess og gera eitthvað skemmtilegt. Já, lífga upp á götuna. Já, það verður eitthvað spennandi. Nei, og ég verði engin svikin af því, ég sé ekki síst í ljósi þess hvernig veðurspáin hljómar. Já, akkurat. Það bara hefur engin afsökun fyrir því að halda sig innandyra þegar hlutirnir eru svona. Akkurat. Síðan síðan verður líka viðburður á vegum listasumar, þessi styrktu viðburður á vegum listasumars klukkan 6 í Hofi, tónleikar. Ingibergar, Turci og hljómsveitar, sem hljómar mjög vel og eru mjög spennandi. Já. Og þetta allur júlímánuður, þannig að hvernig til dæmis ber fólk sig að sem vill kynna sér dagskrána á leiðinni til Akureyrar og vill komast að því hvað í boði? Já, akkurat. Það var rosa einfalt að slá bara inn listasumar.is á vefnum og þá ferðu bara beint inn á viðburðardagatal okkar og þar eru allir viðburðirnir mjög skýrt og slóðir inn á nánar upplýsingar og skráningar og annað, þannig að alveg tilvalið að skoða það og eins og segi, við erum á fullu núna að bóka í listasmiður og annað. Þetta eru listasmiður sem eru bæði fyrir börn og fullorðna og allt mögulegt, allt frá hjólabrettanámskeiðum og kakósmakki upp í flotviðburði í sundlauginu og ýmislegt. Að gera skoða það. Þannig að geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi? Alveg klárlega. Og hvernig var það, Aðalheiður, hvernig kom það til að þú ákvaðst að fara undir hatt listasumars? Varstu búin að búið að standa til lengi að halda þessa sýningu? Ég notaði tækifærið af því að þetta svona opið fyrir umsóknir að sækja sem að mér finnst vera til svo mikilvæg fyrirmyndar. Ég átti þessi verk 3 til en ákvaði að flétta þeim saman sem ég var með í Deiglunni. Þannig að þau eru í rauninni sjálfstæð en eru sýnd þarna saman en koma dálítið skemmtilega út. Og ég ákvaði að slá til einmitt vegna þess að ég á fullt af minningum að því að vera í Gilinu og upplifa þetta starf en og það dálítið svona það dálítið sérstakt að fá að koma inn í Gilið og fá að vera hluti og ég ótrúlega þakklátt fyrir það. Mér finnst þetta svo skemmtilegt. En það að flétta þessu svona saman kom í rauninni bara þegar umsóknin var til. Ég var í sjálfsög kannski ekkert búin að ákveða það fyrirfram að þessi 3 yrðu saman. En já, ég ákvað bara þegar ég hugsaði með mér langaði til þess að tala mjög mikið hvernig menningar heima verða til og mér langaði til þess að fjalla
það hvernig við höfum heyrt í yfirmönnum okkar í gegnum tíðina. Og svo langaði mig til þess að tala það sem við tölum eiginlega aldrei við aðra. Og það raddirnar í haustum á okkur, sjálfstalið. Já. Allar þessar setningar sem hljóma. Og þessu fléttaði saman inn í sýninguna og það á bara ótrúlega, þetta á allt mjög vel heima saman. Þetta verður bara fínasta fléttaðar. Já, ég trúi þetta hljóma mjög spennandi. Já. Og við hvetjum þetta alla til þess að kíkja, það bara núna helgina sem hægt að skoða þessa fléttu. Þannig að fólk má ekki klikka á því, sko, sem er í bænum á annað borð. Bara að gera. Það hlýtur að vera svolítið snúið mál að velja viðburði inn á listasumar. Já, það var alveg ekstra mikil fjöldi á umsóknum í ár. Og maður sá það bara greinilega mjög mikil þörf einmitt að fara að gera eitthvað núna þegar loksins má gera eitthvað. Já. Og þannig að þetta var alveg smá verkefni. Þetta er svona stjórn listasumar sem fer yfir þetta allt saman. Og úr þessu komu fullt af verkefni og við tölum að valið mjög vel inn núna. Og svona mjög fjölbreytt og skemmtilegt og eins og sést hérna. Já, þetta var yfir 60 viðburðir á einu mánuði. Það er tveir á dag. Það er alveg ofboðslega margt í gangi og líka alveg skemmtilegt að á til dæmis miðvikudagsmorgun þá verður jóga í Lystigarðinum. Sem að vera mjög spennandi fyrir þá sem að vilja byrja morgunni svona einhverju kósí, skemmtilega. Já, baða í morgunsólinni og akkurat. Það verður æðislegt. Já, ég trúi því, sko. Þannig að það er ansi margt sem rúmast undir þessum hatti listasumars. Já, mikið og fjölbreytt. Já, akkurat. Og þó sumarið séu vissulega vonum við lengra heldur en bara júlímánuð. Við vonum þetta að það verði svona gott hjá okkur sko áfram. En maður finnur það líka, finnið þið það ekki að það er ennþá sko þessi innanlandstrafík sem byrjaði náttúrulega í fyrra og af illri nauðsyn, komist ekki erlendis, en hún er ennþá til staðar, finnum maður. Já, alveg klárlega og við sjáum það bara á bókunum og rýmum og öðru. Að það er bara stefnan í norður, sko. Já. Já, náttúrulega landa allt líka. Já, það er besta veðrið á Akureyri. Já, ég meina, ef eitthvað er að marka veðurspána í þessari viku, þá held ég að þræti enginn. Ég segi það. Það er búið að vera dásamlegt. Jú, það er svona pingu galsi í því að komast út. Já. Og það er ofsalega það er allir svo glaðir. Það er allir svo glaðir að fá að komast út og hitta fólk aftur og það fylgir einhvern veginn. Það verður bara svona einhvern skemmtilegt andrúm. Þannig og allir krakkarnir skulu vera að fá loksins að keppa núna í fótboltanum, bæði litlir og stóri krakkar. Við erum bara orðið svo trist og það verður gleðin svo sönn. Og mér finnst líka bara, mér finnst líka bara svo gott hvað fólk er gott. Það er svona, mér finnst það svona, það er enginn pirraður yfir því að bíða í röð eða ef það er eitthvað, við erum bara þakklátt fyrir að fá að vera saman. Við erum bara þakklátt fyrir að fá að vera í röð. Og bara, mér finnst það yndislegt. Já, þannig að ég vona að það haldi. Já, ég tek undir það alveg heilshuga. Þetta er frábært. Það er gaman að vera til þegar hlutinir ganga svona. Og ég bara hlakka til að fylgjast með listasumri og taka þátt í listasumri og hvetjum auðvitað alla til þess að líta á sýninguna þína í Deiglunni helgina og ég segi bara gangi ykkur báðum vel og takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir leiðis, takk fyrir mig.